Ég finnst þetta frábær þáttur. Ég hef tekið þennan þáttundum upp og hlustað á hann og mér finnst það mjög góður. Já, einmitt. Og samkvæmt nýjustu skoðanakönnunum, samkvæmt minni skoðanakönnum, þá er þetta besti þáttur, morgunþátturinn bara sem er í boði núna þetta. Herðu, hérna, Damon Albarn, hann er nú alltaf hérna. Heldur hann takið lagið í kvöld? Á pöngtónleikunum? Já. Heldur hann... Hvers eru þeir í dag? Þeir eru bara 5 til 7. Damon Albarn, hann er verið eins og Emiliana Torrini, hann skýtur alltaf upp kortinu með staðar, sko, það er einhverju tónleikar eða einhverju tekur lagið. Já, veistu hvað ég held? Ég held að Damon Albarn, nú er hann búinn að hérna kaupa sér íbúð hérna, bassalekarinn líka búinn að kaupa sér íbúð og ég held að þetta endi þannig, hann verður bara, þú veist, eftirlegu kind hérna, hann bara kemur til með að verða hérna, bara, þú veist, festast hérna, sko. Og endanum verður þetta bara eftir svona 2 ár, þá spá ég, Damon Albarn og milljónamenningarnir spila í Njálsbúð. Ég skal veðja við þetta. Ég bara, gef mér 2 ár, þá verður bara Damon og millarnir, sko. Já, við tölum svona við Damon, að Damon kynist í íslenskri stelpu og fyrir að gifta sig og eiga börn og svona. Dæmi, og þú veist, já, heimsfræðin var ágætt, það verður svona, fór sér viðtal í mannlíf, skilurðu, fílaði heimsfræðin og þá var hann að tala íslensku, sko. Heimsfræðin var allt í lagi, en var ekki beint fyrir mig. Heimsfræði var allt í lagi, var ekki bara fyrir mig. Akkurat, sko. Og ég vil vera hér á Íslandi. Já, og svo kemur hann líka Damon Albarn, sko, í svona lambakjöt. Á diski minn. Já. Eitthvað gott. Á diski minn. Laukur. Lambakjöt, íslensk lambakjöt. Saksa grænmeti. Betra en heimsfræði. Og hann fer að syngja, þú veist, með milljónamenningunum, Damon Albarn. Það verður alveg vinsælasta hljómsveit í 1998 og 9, sko, alveg bara. Já, hvaða lag Damon og milljónamenningarnir. Hvaða lag myndi hann vera vinsælt með Damon Albarn og milljónamenningunum? Já, það veit ég ekki maður. Girls and Boys, svona í samba-útgáfu. Já. En hérna, þetta verður, ég er alveg sem þetta verður það. Eða, Simbi sjómaður, líka. Simbi sjómaður. Ég held að þetta fór líka svona með, hvað heit hann, Graham Smith, hérna, fiðluleikarinn. Fiðluleikarinn, já. Hann var í einhverju voða vinsælli, svona, progressífri hljómsveit, einhvers staðar út í Löndum, sko. Og hérna, hann var innlyksa hér, bara, fór að gefa út eitthvað fiðlu Graham.